Við erum komin hingað í hæfingarstöðina Miðjuna á Húsavík og hér jólaundirbúningur í fullum gangi. Það styttist í hinn árlega jólamarkað hjá okkur, ekki satt? Jú, ég hrædd það. Hann verður hjá okkur 29. nóvember á laugardegi frá klukkan 1 til 4. Það verður heilmikill dagur og þar koma margir að. Og við skiptum notendum á vaktir, þannig að þau eru langflest öll sem koma að einhverjum tímapunkti dagsins. Og þið eru búin að vera að búa til vörur hérna á fullu til þess að selja á þessum markaði. Það er svolítið gaman að sjá hvernig þið eru að endurnýta gamalt hráefni. Já, Húsvíkingar eru alveg ofboðslega duglegir að færa okkur hluti. Þau eru komið með dósir, krukkur, við erum að fá alls konar efni, gardínur, rúmföt. Þetta er allt frá jólaefnum líka, þannig að við erum að gera ýmislegt úr svoleiðis. Þið eru meiri segja að fá efni frá kirkjunni hérna, segja okkur aðeins frá því? Já, við fáum heilögu kertin, við fáum kertaafgangana, stubbana og við bræðum það niður og búum til ný kerti, rosafalleg kerti. Þetta er svolítið heilagt hjá okkur hérna, svona á köflum. Heldurðu að heilaleikin fylgi með alveg alla leið hérna til ykkar? Alveg pottþétt, það gerir það. En segðu okkur aðeins svona nánar frá starfsemi Miðjunnar. Já, við erum náttúrulega bara hæfingarstöð og við erum með notendur hér á aldrinum 10 til 81 árs. Sumir eru að koma hérna alla daga, 5 daga vikunar, aðrir koma 3 í viku, svo það er hópur sem kemur 1 sinni í viku, þannig að þetta er öll flóran. Við erum með notendur hér þau eru með alveg frá vægri þroskahömlun og upp í fjölfötlun, þannig að við erum með alla flóruna. Og fáist við ýmislegt hérna á daginn? Já, hér er saumað og það er föndrað ýmislegt. Svo erum við líka bara með athafnir daglegs lífs. Þetta er bara hæfingarstöðin byggist svolítið á því að við erum að efla sjálfstæði og gera þau tilbúin í lífið. En aftur af jólamarkanum, þið eru náttúrulega með gríðarlega mikið vöruúrval hérna, en hvað verður vinsælast í ár? Það verður allt rosa vinsælt, en ég held að hittarinn í ár verði tréð Einars Annels. Hann er einhverfur 15 ára strákur sem teiknaði á stenslanámskeiði hjá Arnhildi Pálma arkitekt í nóvember síðastliðinn og teiknaði hann jólatré fyrir okkur. Og okkur datt nú ekki hug fyrir bara einn starfsmaður hérna sagði í haust bara hvað við gætum mögulega gert við þetta tré. Og við ákvaðum að fá Flexus í samstarfi við okkur sem er fyrirtæki í Þorlákshöfn. Og þeir skera út í svona MDF og þeir gerðu fyrir okkur þetta glæsilega tré sem vonandi rokselst. Önnur vara frá okkur, hún er nú þegar orðin landsfræg, Hemminn hennar Gerðu. Segðu okkur aðeins frá því verkefni. Hemminn gleðigjafi, hann varð heimsfrægur á listan Landamærahátíðinni 2013. Þorgerður Björg, hún gerði okkar, hún teiknaði Hemma Gunn, hún hefur alveg sérstakt dálæti á Hemma Gunn. Hann kom hér á listan Landamærahátíðinni og tók á móti Hemma og þetta var heilmikil hátíð og hann bara er ofboðslega vinsæll og hún er búin að teikna hann á krukkur og þetta er búið að gera Hemma náttúrulega sem eru í gluggum Húsvíkinga víða og það er búið að það eru lyklakippur og hann er notaður í ýmislegt og við erum ekki hætt. Stelpur, þið eru undirbúa jólamarkað hérna í Miðjunni. Hvað á að selja á jólamarkaðnum? Kerti. Ég selja kort og nammi. Er ykkur farið að hlakka til jólana? Já. Af hverju? Það er gaman. Við erum með fjölskyldunni. En það er ýmislegt hérna á markanum hjá okkur. Þetta er allt unnið úr einhverju endurunnu efni. Já, ég held að þetta ég veit ekki alveg hvað var í þessum. Bara gamlir, kannski sultukrukkur. Nú er þetta bara kerti eða eitthvað. Er hægt að búa til bara nýja hluti úr næstum hverju sem er? Já. Eins og stjörnum í glugganum. Já, þetta er bara einhverju gamla spýtur eða? Já, bara spýtur sem starfsmaður fann bara út í garði. En þeir sem komast ekki á jólamarkaðinn hjá okkur þann 29. nóvember, þeir geta alltaf komið hérna til ykkar og verslað hér. Þið eru með litla verslun hérna. Já, við erum með litla krúttlega búð, miðjubúðina. Fólk er alltaf velkomið að koma og kíkja til okkar.